Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 79 af þessu hlaðvarpi. Í dag langar mig að byrja á því að biðjast afsökunar á því hvað hljóðið í síðasta þætti var talsvert verra heldur en þið eruð vön. Það hefur þó ekki bara verið vegna þess að ég er með annan hljóðnema í notkun núna heldur en ég er venjulega með. Heldur voru einhverjar furðulegar stillingar sem að fylgdu með hljóðnemanum sem ég átta mig ekki á að séu virkar eða í gangi fyrr en of seint. Þannig það var furðu mikið af hljóðum og orðum sem voru kannski síuð í burtu sem er algjörlega þvert á það sem er tilgangur þessa þáttar að þið heyrið þetta mál og þessi hljóð eins skýrt og hægt er. Þannig ég biðst afsökunar á því og ég geri fastlega ráð fyrir því að þetta verði betra frá og með deginum í dag, því núna hefur mér tekist að laga þetta. Þar til annað kemur í ljós. En allavega, mér líður eins og ég skuldi ykkur einn þátt sem að er í rauninni framhald af þætti 77 eða teknilega séð það sem 77 átti að vera. En það er að fjalla íslenska náttúru, en forsagan og samhengið fyrir íslensku náttúruna þurfti að taka sérstaklega fyrir og það var greinilega svo mikið það að segja að það varð að heilum þætti. Þannig að hér kemur kannski eins og annar þáttur af þessari umfjöllun íslenska náttúru. Fyrri þátturinn fór allur í það að fjalla jarðfræðina og íslenska grjótið. Þannig að segja landið sjálft. En á þessu landi vex eitthvað og það er yfirleitt það sem við fáum að finna meir fyrir og sjá að landið sé gróið en ekki bara endalausir klettar eða eyðimerkur. Að það sé eitthvað líf á jörðinni. Þannig ég ætla að tala aðeins íslenskan gróður og jafnvel kannski eitthvað aðeins skortinn á þessum gróðri. En það er eiginlega það magnaðasta við íslenska náttúru og það sem gerir hana svona einstaka. Það er þessi skortur. Nú er Ísland rosa langt í burtu frá meginlandi Evrópu og eins og við töluðum í jarðfræði þættinum, þá er þessi landmassi sem Ísland er aðskilið Evrópu landmassanum. Við erum eiginlega sjálfstæður vöxtur. Þannig það sem er í jörðinu okkar er öðruvísi og fyrst við erum svona ótengd hinu landsvæðinu, þá er fátt sem segir að það sem er ofan á þessari jörð þurfi að vera eins. Norður Evrópa er mjög þéttvaxin af skógum. Það er mjög mikið af skóglendi, þar sem mikið af kuldaþolnum trjátegundum
standa og dafna saman á þeim svæðum sem eru ekki yfirtekin af manninum. Ef þú ferð út úr evrópskri borg, þá þarftu ekki að fara langt áður en þú rekst líklega á einhverja skóga. En þau ykkar sem hafa komið til Íslands eða búið á Íslandi og hafið keyrt landið, hafið kannski ekki beint lent í því sama á Íslandi. Hér eru nær engir skógar, sem mjög sérkennilegt. Þú getur keyrt heillengi og séð mikla dali og miklar hæðir og fá sem engin tré. Ísland hefur ekki alltaf verið þannig. Það vitað að Ísland var mjög þétt vaxið af skógum þegar víkingarnir komu fyrst til landsins á 9. öld. Og fáum öldum seinna vitum við að það var næstum því ekkert eftir af skógum. Landnámsmenn, the settlers, höfðu náð að höggva niður alla skógana til afnota og lítið sem ekkert af trjám höfðu vaxið til þess að viðhalda þessum skógum. Þannig á stuttum tíma náðu nýkomnir Íslendingar að höggva allt niður. Ég segi stuttum tíma seinna, auðvitað eru þetta margir áratugir og margar kynslóðir, en ímyndaðu þér hvað það þyrfti mörg ár til þess að fjarlægja alla skóga úr landi eins og Svíþjóð eða Þýskalandi. Það þyrfti mjög mikið til. En hvernig stendur á þessu? Ísland svona ómögulegt land til skógræktar? Og stuttasvarið nei. Aðeins lengra svar eiginlega ekki. Auðvitað kalt og þurrt og mikill vindur á Íslandi, en það ekkert sem segir að jarðvegurinn sé ómögulegur eða ónýtanlegur til skógræktar. En það sem hefur greinilega sett strik í reikningin að Íslendingar bæði nú og þá leyfðu frjálsar ferðir fjés. Það að segja að kindum var leyft að fara frjálst allt og þá éta allt það sem var laust fyrir þau að éta. Og með því hafa þá kindurnar mögulega spornað við því að trjávöxtur yrði nokkuð meiri. Allavega þá staðan sú að í dag, samkvæmt lélegum heimildum mínum, eru cirka 2% Íslands skógi vaxin, þegar það hafði verið 25-40% af landinu sem var skógi vaxið á víkingaöld. Og í stóra samhenginu og í samanburði við önnur lönd, þá það eiginlega ekki neitt. Stærsti náttúrulegi skógurinn sem til á Íslandi í dag á Austurlandi og heitir Hallormsstaðaskógur. En auðvitað hægt að laga þetta með vilja, með fjárveitingu og með nútíma þekkingu. Og þetta í gangi á ákveðnum stöðum á Íslandi, þar sem fólk hefur
sett upp sérstaka skógrækt og stofnað skógræktarfélög. Auðvitað er það jákvæður hlutur að rækta skóga. Það hefur sín áhrif á andrúmsloftið og skapar náttúru svæði þar sem ákveðið líf fær að njóta sín meir heldur en þar sem ekki er skógur fyrir. Og ég þarf ekkert að færa mikil rök fyrir því að það sé gott að rækta skóga. En, og nú er ég ekki að segja að þetta sé endilega mín skoðun, en þetta er skoðun sem er til á landinu og ég hef ekki heyrt aðrar þjóðir eða önnur samfélög hafa einmitt þessa skoðun á skógrækt. En hún er að Ísland er með þessa sérkennilegu náttúru að það vanti alla skóga. Viljum við endilega rækta skóga þannig að við fáum eins náttúru og þau öll hin, þar að segja hin löndin í kringum okkur? Eða er kannski sniðugt og gott að halda í þetta séreinkenni okkar, þar sem við erum eins og fæst önnur lönd í heiminum næstum því skóglaus? Verðum við jafn einstök og áhugaverð fyrir til dæmis ferðamenn ef við verðum eins land og þau öll hin? Mér finnst þetta mjög áhugaverðir punktur því hann er í rauninni á móti skógrækt sem margir myndu meina að sé bara algerlega jákvæður hlutur, og þetta eru þá mótrök sem eru ekki beint því að vera þá hliðhollur einhverjum iðnaði, að það sé góður hlutur að losna við skóga því þá er hægt að byggja borgir eða byggja námur og gera hvað sem tengist iðnaði. En þetta er ekki það. Þetta er örugglega mælt frá svipuðum kapítalískum forsendum, sérstaklega þegar við pælum í því að þetta sé mögulega leið til að fá fleiri tekjur frá ferðamönnum. En þetta fer líka inn á þjóðareinkenni, að við fáum að vera einstök ef við höldum í það sem gerir okkur einstök. Mér finnst þetta allavega nokkuð áhugavert. En hvað höfum við þá ef við höfum ekki skógana? Auðvitað vex gras út allt á Íslandi. Það vaxa ýmis grös hér og þar sem það er til nógu góð mold til þess að það vaxi. En þegar landið er svona nýtt og það eru ekki mörg jarðlög af dauðum gróðri sem að býr til næringaríka mold fyrir annan gróður sem kemur á eftir hinum dauða gróðri. Hvað verður til þar? Og það er þá mögulega eitthvað sem að er ekki sér íslenskt, en að sjá þetta í svona miklu magni og á líflitlum stað gerir íslenska náttúru líka sérkennilega. En það er mosinn. Því það er mjög mikið af mosa á Íslandi, en stutta skýringin á því er að mosi getur vaxið næstum því hvar sem er. Það er mjög típist að sjá hús sem að er í mjög vondu standi og hefur ekki verið viðhaldið í einhverja áratugi en er ekki enn búið að rífa niður og allt er orðið ryðgað og slitið
að þá sérðu að það er mjög mosavaxið, því það er enginn búinn að fjarlægja þennan mosa. Þannig mosi nær að vaxa nær hvar sem er, en það er mjög einfalt að fjarlægja hann. Rótarkerfið í mosa er mjög sérstakt og mjög einfalt, sem þýðir að það þarf ekki mikið til þess að mosi nái að byrja að vaxa. En það gerir þá líka að verkum að mosi er mjög viðkvæmur. Eitt af því fyrsta sem börn læra, þar að segja íslensk börn sem fara út í náttúruna, það er að okkur er kennt að rífa ekki upp mosa og reyna okkar besta að ganga varlega hann eða á honum og bara að ganga á honum ef við verðum að gera það, ef það er engin annar staður að stíga á. Og það er hreinlega vegna þess að mosi er mjög viðkvæmur, það er mjög létt að rífa hann upp og þó hann komi sér léttilega fyrir, þá getur tekið hann mjög langan tíma að vaxa og stækka. Mosa gróður og það að mosi vaxi einhvers staðar er eitt af fyrstu skrefunum í því að skapa jarðveg á nýjum svæðum. Hann er það hreinlega út af þessum ástæðum sem ég hef nefnt. Hann kemur sér hæglega fyrir, það sem er kannski lítill jarðvegur fyrir. En þegar mosi deyr, verður eftir mold sem er mjög næringarík fyrir annan gróður sem gæti þá líka vaxið. Þannig þegar við rífum upp mosa, þá erum við að aftra framförum náttúrunnar og spilla fyrir framtíð gróðursins sem gæti vaxið á þessu svæði. Þannig ef þið eruð á þeim stað að þið gætuð mögulega gengið út í hraun, sem er þá örugglega einhverra áratuga gamalt og er frá einhverju eldgosi sem hefur verið fyrir löngu síðan, eða þannig séð stuttu síðan, ef þú miðar við jarðfræðilegan tíma, og þar er allt saman mosa vaxið. En þá skaltu gera þitt besta til að fara vel Því niðurbrotið á þessum slóðum getur orðið náttúrunni dýrt. Í fyrri þættinum talaði ég það að ég er ekki mjög fróður þessi efni og mér líður ennþá þannig, því að það er svo margt þetta að segja sem að maður gæti farið inn á, en ég er bara ekki nógu fróður það. En samt hefur mér núna tekist með fáum pásum að taka upp þátt sem að er að snerta 25 mínútna upptökumarkið. Þannig það er greinilega nóg þetta að segja, en ég ætla allavega ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.